En við byrjum á Þórunni Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra sem sest hjá Sigmari. Velkomin. Takk. Bara svona samviskuspurning, hvernig líður þér sem umhverfisráðherra þegar að sama ráðherrar þínir eru að undirrita viljayfirlýsingar álver og taka fyrstu skóflustungur af öðru til? Veistu, mér líður ágætlega af því ég veit hvaða verk er verið að vinna á vegum umhverfisráðuneytisins og vegum ríkisstjórnarinnar og við erum með skýra stefnuyfirlýsingu í umhverfismálum. Við vinnum stíft eftir henni og það er mjög margt í gangi. Þannig að ég er algjörlega með hreina samvisku og mér líður mjög vel sem umhverfisráðherra. En þetta rímar ekkert við stefnu ykkar Fagra Ísland, er það sem að segir að það er að slá ákvörðunum með frekari stóður í framkvæmdir og frest? Já, en það þarf að lesa Fagra Ísland í heild. Fagra Ísland snýst fernt. Það snýst gerð rammaáætlunar og að lyfta náttúruvernd við landnýtingu og skipulag. Það snýst að friða ákveðin svæði, til dæmis innan Vatnajökulsþjóðgarðs og önnur mjög verðmæt náttúrusvæði á Íslandi. Það snýst loftslagsmálin sem eru auðvitað risapakki og á fullu blússi ef þannig má orði komast í umhverfisráðuneytinu. Og það snýst líka að auka lýðræði, að auka þátttöku almennings samkvæmt Árósasamningnum ákvörðunum umhverfismál. Þetta fernt grunnurinn í Fagra Íslandi og þennan grunn erum við að leggja í ríkisstjórninni. En heldur það hafi ekki margir kosið ykkur í síðustu kosningu vegna þess að þið vildu slá stóriðjuframkvæmdum á frest og núna er ykkar ráðherrar að undirrita viljayfirlýsingum álver á Bakka og annar til að grafa fyrir fyrstu skóflustungu þarna? Jú, ég er alveg viss það að fólk hefur stutt Samfylkinguna meðal annars vegna stefnu okkar hið Fagra Ísland og reyndar held ég vegna alls þess sem að Samfylkingin stendur fyrir. Við vitum hins vegar að það voru ákveðin verkefni komin í pípurnar fyrir kosningar, bæði hægt að nefna þar Helguvík og Bakka sem var hafið með viljayfirlýsingum eða með öðrum hætti og einhverju leyti má segja að við getum ekki beinlínis snúið af þeirri braut. Af hverju sögðu þið það þá ekki bara skýrt fyrir síðustu kosningar? Það stendur líka í Fagra Íslandi. Það stendur nefnilega þar. Við vildum taka virkjanaleyfin og losunarheimildirnar til Alþingis, þannig að þegar það kæmi að því að taka ákvarðanir tiltekin verkefni, að þá væru þau hjá Alþingi og við gerum auðvitað ráð fyrir því þá að þar séum við í meirihluta og getum stjórnað. Það var eitt af því fáa í Fagra Íslandi sem ekki fer inn í samstarfssamning þessara tveggja ríkisstjórnarflokka, Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks og við verðum auðvitað að vinna bara með þá stöðu sem við erum, en Fagra Ísland er í fullum gangi og við erum að vinna að því alla daga. En ef ég svona hermi, að því að nú hefur svona umræðan umhverfismál, hún hefur hversóldið þessa tónleika sem voru hérna síðustu helgi og á þeim þá sagði Björk Guðmundsdóttir sem nú forsprakki af þeim, þá var með pillu sem er túlkuð af öllum sem pillu á ykkur samfylkingafólkið það að þið hafið haft eina stefnu fyrir kosningar og framfylgi annarri eftir kosningar. Já, ég skildi hana reyndar ekki þannig og tók pilluna heldur ekki til mín, en það var ég með Björk og fleirum í því að undirbúa þessa tónleika og hef stutt þá með ráð og dáð og mér fannst svo gleðilegt við þessa tónleika. Það komið 30.000 manns til þess að hlusta á músík og sína samstöðu með náttúruvernd og umhverfisvernd og Björk svo sem sagði það sem að margir hugsa og eru Íslandingar eru sammála. Ákveðið fólk kosið í síðustu stjórn út af náttúruhlutum og mér finnst þeir ekki vera að standa sig í stikkinu, þeir eru svolítið að skipta skoðun. Þetta getur ekki átt við neina aðra heldur en ykkur, ekki á þetta við Sjálfstæðisflokkinn. Já, það getur vel verið og ég eins og ég segi, Björk lýsir bara sínum skoðunum eins og hún gerir, en það sem mér finnst merkilegast við þetta er það að 30.000 manns eru tilbúnir til þess að koma og reyndar á frábæra tónleika og styðja málstað umhverfisverndar og það er það sem skiptir máli. En hefur eitthvað breyst við það að þið settust í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum? Ef við tökum bara út frá þessum álverum, hefur eitthvað breyst vegna þess að Framsóknarflokkurinn vildi þetta, þið eruð að framfylgja þessu? Ég fullyrði að það hefur aldrei áður, hefur engin ríkisstjórn á Íslandi unnið eins dyggilega að umhverfismálum eins og gert hefur verið síðasta árið í ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Það er gríðarleg vinna í gangi í loftslagsmálum, í rammaáætlun og í því sem ég var að nefna friðlýsingu ákveðinna svæða. Við hins vegar tókum við í þeirri stöðu, að minnsta kosti í umhverfisráðuneytinu, að það verður að viðurkennast að þar voru hlutir ekki komnir eins langt eins og ég hefði viljað og ég í raun hélt. Þannig að við höfum þurft að nota tímann síðasta árið til þess að vinna á kannu undirbúningsvinnu, ekki síst í loftslagsmálunum, sem voru bara á byrjunarreit. En við höfum sett okkur í flokk með
þeim þjóðum, þeim ríkjum heims sem vilja vera í framvarðasveitinni, ná loftslagssamningum, taka af ábyrgð og vera með frumkvæði í loftslagsmálunum. Við höfum náð því í vetur. Við erum að vinna rammaáætlun, við erum að vinna á öllum frontum í umhverfismálunum og þess vegna segi ég, það verður aldrei áður verið þess mikið starf unnið í neinni ríkisstjórn á Íslandi í umhverfismálum. Gott og vel, en hvernig rúmast þetta þá allt innan þessara losunarheimilda sem við höfum? Þessi nýju álver sem verið að byggja, jafnvel möguleg olíuhreinsunarstöð, það er jafnvel verið að tala um að stækka álverið í Straumsvík. Þetta allt til viðbótar við það sem við höfum núna. Já, það liggur fyrir. Hvernig getið þið framfylgt þessu metnaðarfullu markmiðum sem verið að vinna í umhverfisáætlun eins og þú ert að segja, þegar allt þetta er í vinnslu sömu ríkisstjórnar? Já, ríkisstjórnin er ekki að vinna neinu þessum málum. Hún er að taka skóflustungur og hún er að undirrita viljayfirlýsingar. Það eru sveitarfélög og fyrirtæki sem eru náttúrulega drifkrafturinn í framkvæmdunum. Það liggur algjörlega fyrir. En það eru ráðherrar að taka skóflustungur og það eru ráðherrar að undirrita viljayfirlýsingar. Það er rétt hjá þér. En hins vegar í loftslagsmálunum þá störfum við núna samkvæmt því samkomulagi sem gert var í Kyoto tímabilið frá 2008 til 2012. Og við vitum nákvæmlega hversu mikla losunarheimildir við höfum og hversu langt við getum farið. Reyndar bendir ýmislegt til þess að losun á Íslandi sé að aukast svo mikið að við þurfum jafnvel að grípa til aðgerða fyrir árslok 2012 eða í lok þessa tímabils til þess að draga úr losun á Íslandi. Samfara þessu erum við náttúrulega í samningaviðræðum það sem tekur við og það er tvennt sem er alveg ljóst í því. Það er að það er verið að semja samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda allan heim þar sem öll ríki þurfa að vera þáttakendur og axla sína ábyrgð. Að auki hefur ríkisstjórnin ákveðið og það er stefnumörkun reyndar frá fyrri ríkisstjórn sem við byggjum á að langtíma markmið okkar á Íslandi til 2050 sé að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 50 til 75%. Aðgerðaáætlun það mun líta dagsins ljós í haust. Þess vegna mun auðvitað koma í ljós að það er ekki pláss fyrir allt og hvað sem er og allt sem öllum dettur í hug. Nei, útskýrðu það fyrir okkur, hvernig á almenningur að skilja þetta þegar hann heyrir þessa umræðu olíuhreinsunarstöð, Helguvík, Bakka. Hvar kemst þetta allt saman fyrir? Þetta kemst ekki allt fyrir. Hvað verður þá slegið af? Hvernig verður framhaldið í þessu? Já, það fyrir náttúrulega einhverju leyti eftir því hvernig umsemst, en mér finnst mjög mikilvægt að þeir sem eru forsvarsmenn frekari stóriðju framkvæmda, ég tala nú ekki stórlosandi framkvæmda eins og einhver olíuhreinsunarstöð væri, geri almenningi grein fyrir því hvernig þeir ætla að verða sér út losunarheimildir. Þær munu allar fara á markað. Þær verða væntanlega seldar dýru verði þegar samdráttur í losun eykst og þetta er bara hluti af viðskiptaumhverfi sem sementsverksmiðjur, álver, olíuhreinsunarstöðvar og allir stórlegasendur eru að fara inn í. Þetta vita menn allan heim og þetta er náttúrulega verið að semja núna í ferlinu frá Balí til Kaupmannahafnar. Hefðir þú sjálf undirritað viljayfirlýsingu út af álver á Bakka og hefðir þú sjálf farið og tekið skóflustungu að álveri í Helguvík? Þetta er samvisku spurning fyrir því sem Já, þetta eru þetta samvisku spurningar og önnur er sanngjörn og hin ekki. Mér var boðið á opnunina í Helguvík. Ég afþakkaði það boð og sagði forstjóra fyrirtækisins frá því. Ég tel það hreinlega bara ekki við hæfi að ég sé að sýna eitthvað ímyndaðan stuðning við slíkar framkvæmdir. Þannig að þú ert þá á móti því sem Björgvin er að gera? Ég er umhverfisráðherra, mér ber að standa vörð umhverfið og náttúruna og skoða öll mál frá þeim sjónarhóli. Tekurðu slaginn við Björgvin? Ég tek alla þá slagi við félaga mína sem ég þarf að taka. En ertu ekki að tapa honum vegna þess að hann fer og mokar þarna? Nei, ég meina þó að Björgvin, viðskiptaráðherra, hafi mætt í eina skóflustungu þá þarf nú ekkert að slást neitt lengi yfir því. Það var hans ákvörðun og hann ákvað að vera þar. Já, verður þetta ekki að veruleika þessi álver 2? Á þessari stundu getur enginn fullyrt að þau verða að veruleika. Nei. Þórunn, þakka þér kærlega fyrir komin hingað í Kastljós. Takk.